Hjalti, seiglusögur hjá þínum mönnum að Meistaravöllum kvöld. Hvað er að skapa þennan heldur? Þetta bara svipað í síðasta leik. Við grændum út bara í lokin og spilum í rauninu bara okkar leik og finnum okkar styrkleika og gera það virkilega vel. Og þannig að við klárum hann í rauninu þannig og svo náttúrulega vörnin hinum einn. Þeir voru svolítið lost svolítið, fannst mér, á móti þessari svæðisvörn og það er svona skopað svolítið. Þú hefur verið þægilega að navigata þennan leik með leikstjórnardaginn svona til taks eiginlega allan leikinn. Já, ég meina, en Valur var alltaf frábær, skilur, í síðasta leik og var jafnvel ennþá betur í þessum leik. Og byrjaði náttúrulega leikinn eins og ég veit ekki hvað. Og bara svo sveipinn í byrjun. En ég meina, þú veist, við erum alltaf með tvo frábæra pointgarda og þeir eru að gera virkilega vel. Næsti leikur í Keflavík. Gerum vantilega ráð fyrir, þetta hafa verið high intensity leikir. KR geta hljóta að mæta með bara allt í botni í Keflavík. Já, ég meina það er bara annaðhvort að vinna eða að búa á þeim. Þannig að þeir mæta dýrvillusir og miklu brjálæðri heldur en í dag og þannig að við þurfum að vera virkilega tilbúinir í þann leik. Ég ætla ekki að fara að spyrja þér neitt mikið út í sögulega hluti, en ef Keflavík vinnur næsta leika þá verður það enda sigurgöngu sem að hófst fyrir einhverjum 7-8 árum. Er það einhvers staðar á bakvið á fólkið þeim? Nei, alls ekki. Við erum hérna 2021 og við erum bara í núinu og við ætlum að klára þessi seríu á mánudaginn. Saman hvað gerðist í gær eða fyrradag eða whatever eða fyrir 10 ára síðan. Það skiptir mikið öllu. Frábært, takk.